trausti. Og þetta svo stórt og svo djúpt að það kannski erfitt að setja í samhengi við verknaðina, annað verknaðin sem verður því að sko þessi grundvöllur verður alltaf svo sterkur í brotinu og skyndilega þessi heimur sem að sko kannski á að vera atkvar okkar allra, að segja heimilið okkar, foreldrar okkar og skyndilega hrynur hann og þá situr þú bara svolítið og segir hvað eftir? Ég get ekki einu sinni treyst þeim sem ég elska mest eða þykir við hans Segðu okkur aðeins frá sambandinu við mannin áður en að þessi brot byrjuðu að gerast. Treystir honum áður? Ég man ekki eftir því þegar hann kom inn í lífið mitt því að ég var 3-4 ára. En ég man eftir því þegar ég var svona lítil að hann var svo skemmtilegur. Hann var alltaf að koma heim með leikföng og hann lék og lá á gólfinu, kýtlaði okkur allar og lék ljón og lét okkur vera á hestbaki á sér og hann var virkilega góður og bara drauma maður að því leyti til ljúfmenni. Eftir að brotin fara að eiga sér stað, treysti hann þér til þess að þegja þau? Já, vegna þess að ég sá aldrei að hann væri hræddur og það kom aldrei neitt svona eins og hann vildi eitthvað ræða það við með eitthvað og þegar hann fór að koma sko aftur og aftur inn í herbergi og ég var að reyna að stoppa svona með hendinni ég var að vefja sængin utan mig þú veist og fór að sofa öfugt og í verinu líka snýri sko fór ofan í sænguverið og ég var að reyna að ýta honum frá og þá sagði hann alltaf svona þú veist þetta bara leyndarmálið okkar þú veist hann ætlaði ekkert að meiða mig hann ætlaði bara að vera góð við mig og hann var alltaf að segja mér hann elskaði mig svo mikið og hann var svo góð við mig því að hann þótti svo vænt mig. Hvað var til þess að þú opnaðir á þetta leyndarmál innan fjölskyldunar? Það var eiginlega vegna þess að bæði það, ég var náttúrulega hrædd við það að hann myndi kannski gera þetta við systur mínar, en það var líka út af því að ég var náttúrulega orðin það gömul, ég var orðin þarna 12 ári og ég 12 ára gömul, ég var mjög hrædd við að hann var búinn að segja það þegar ég yrði eldri að þá myndum við geta verið öðruvísi saman og ég ákvað að strjúka og ég var svo lítil og vitlaus. Ég held að Ísland væri bara svo Ameríka og ég geti bara farið í burtu ykkur út á land og týnst. Og ég hafði kynnst manni sem var 20 eitthvað ára gamall og hann var að fara norður í land. Og ég vakti alla nóttina heima og svona 6 morguninn að þá læðist ég út og ég þorði ekki að loka hurðina því að mamma myndi vakna við smellin. Þannig ég skildi hurðina eftir út og opna og hljóp út og hljóp sikksakk alla leið niður á BSI, náði rútinu klukkan 8 og fór með honum norður og ég skildi eftir bréf á speglinum í herberginu mínu þar sem ég skrifaði mömmu hvað hafði gerst og af hverju var ég farin og hún myndi aldrei sjá mig aftur og eins og ég segi, ég held að Ísland væri svo stórt, ég var bara lítil og vitlaus nema það að mamma fann þetta einhvern veginn út og hringdi niður á BSI og fekk að vita það að jú, það hefði komið hann að stelpa hlaupandi með rauða tösku og það var ég og fann út hvert rútan fór og hún kom bara norður þar sem ég var og bara allt einu var þarna fyrir utan staðinn þar sem ég var og þessi maður með henni og dró mig bara inn í bíl og keyrði svo til Reykjavíkur. Og hvað gerðist svo í kjölfarið? Ég var lokuð inn á klósetti. Ég veit ekki lengur hvað lengi af því að ég man það ekki. Ég bara sat þar og allir öskrandi frammi og all fjölskyldan var þar. Amma og systkini mömmu og vinir, bróður hennar mömmu og allir bara gargandi og náttúrulega þessi maður. Og svo var ég dregin fram og ég heyrði að systur mín voru hágrátandi allar inn í einu herbergi og við vorum látin sitja við svona stórt kringlótt borð og mamma hún hélt á biblíu og hún sagði sko ég átti að setjast við borðið og hún lagði biblíuna fyrir fram og sagði bara eitthvað hún yrði að fá að vita hvað satt og svona og ég ætti að sverja við biblíuna svo ég lagði bara hendina á biblíuna og sagði allt sem stóð í bréfinu satt og þá tók hún upp biblíuna og lagði hana fyrir framan hann satt ská svona á móti mér og hann svona kom við biblíuna og sagði hvað ég hafði alltaf verið geðveik og lygin og aldrei sagt satt og eitthvað svona og mamma var bara svo brjáluð, hún tók bara biblíuna og reif hann í sundur
og bara öskrað og gólað og veinað og bara, ég var bara að loka aftur og farið með minni herbergi og lokuð inni þar. Ein af þeim sem var vitni að þessu atviki móðursystir þín, Sigríður Einarsdóttir og hún lýsir fyrstu viðbröðum fjölskyldunar, svona. Þetta var rosalega erfitt. Þetta var svona, fyrst trúði maður þess ekki að þetta gæti verið að gerast, að svona kæmu upp, hvernig þetta maður detti í huga einhver fullorðinn maður væri að misnota börn, smákrakka og stelpur. Það hafði aldrei verið talað svona hluti. Það var svo ólíkt öllu sem maður þekkti. Hvarflaði ekki að manni. Maður var svona, en svo náttúrulega kemur ljós að þetta er rétt. Þetta hafði gerst. Og Var þetta játað? Já, það var játað. Og innan gæsalöpa lofaði að gera það aldrei aftur. Var staðið við þetta? Var brotið á þér aftur eftir þetta? Nei, það var ekki, hann gerði það ekki aftur, en ég hef fyrir því rökstuddan grun að hann gerði þetta aftur við önnur börn í fjölskyldunni. Fékkstu fyrirgefningarbeiðni eða eitthvað svoleiðis eftir þetta? Já, hann flutti út í einhverjar vikur, ég man ekki hvað var langt, en þegar hann kom tilbaka þá talaði við hann og mömmu og ég var beðin fyrirgefningar og mér var gefið risatöflur sem sárabætur. Það var fyrirgefning. En hvað tekur við hjá þér eftir þetta? Það sem gerðist var kannski að ég fékk að búa hjá ömmu svolítið og var svolítið svona flakk á milli, en ég gat náttúrulega heldur ekki verið hjá ömmu, þannig að ég fór aftur heim til mömmu og það var allt svo þvingað þar, talaði enginn saman, bara eitraða þagnir og mér leið svo illa, ég gat hvorki verið inn í stofu eða eldhúsi, en ég verið bara frammi, þannig að ég var alltaf að hugsa hvert ég geti farið, biðja alla ættingja má ég flytja til þín og enginn vildi fá mig, en ég var í bekk með stelpu og ég hefði vitað að pabbinar rak svona unglingaheimili og ég bara labbaði einu sinni heim til hennar og bankaði hurðina og hann var þar og ég spurði bara, má ég koma og ég reyði þér. Þannig að þú innritar þig sjálfinn á unglingaheimili ríkisins? Já, og sagði hann hvað hefði gerst heima hjá mér. Þegar þú segir einmitt starfsfólkinu þar, hvað hefur gerst heima hjá þér? Kom ekki til tals að þú kærðir verknaðinn eða brotið? Jú, bæði einn starfsmaður og forstöðumaður en þau vildu kalla í lögreglu og ég gæfi viðtal en ég náttúrulega var svo agalegu krakki og ég var svo flækt og hafði aldrei talað þetta við neitt, þannig að fyrsta viðbragð mitt var náttúrulega bara að segja frá sem hræðilega hlut og mamma yrði brjáluð og allt þetta, þannig ég sagði bara nei og það var aldrei gert neitt, en það náttúrulega var alls ekki í mínu að segja nei, það hefði aldrei átt að spyrja mig. Þar held ég að líki svolítið mistök. En síðar meir, þegar þú varst orðin eldri, reyndirðu þá að fara fram og kæra brotin? Já, eftir að ég kom úr Breiðavík þá fékk ég að vita það að hann var búinn að misnota eina systir mína og ég eins og ég vil ekki vera svona þögull vitorðsmaður, kannski hugsaði ekki akkurat þannig á þeim tíma, en ég hvatt hana til að koma með mér á lögreglustöðina því að mér fannst ég vera svo stór og sterk, ég gæti nú alveg farið og hjálpa henni að kæra og við gerðum það en það var svona hálf endaslegt. Hvað gerðist? Við komum inn á lögreglustöðina við Hlemm og tölum þar við einhvern í afgreiðslunni og sögðum við þetta að koma og kæra kynferðislega misnotkun og okkur var vísað til einhvers annars lögreglumanns og þaðan inn í eitthvað herbergi þar sem við settum báða niður og var tekin við okkur skýrsla og hann var mjög áhugasamur, skrifaði niður öll svör og þótt þetta mjög alvarlegt. Svo í endan þá sagði hann eitthvað, jæja stelpur, ég vil náttúrulega að spyrja ykkur núna hver þetta er og hvað hann gerir og þegar ég sagði nafnið á honum og hann væri starfandi lögreglumaður þá lagði hann bara svona frá sér pennan og sagði, já
sjaldan launar kálfurinn ofveldið. Heyrðu stelpur mínar, ættu þið ekki að fara heim og hugsa málið, komið eftir nokkra daga ef þið viljið halda þessu til streitu og þá getur við komið og rætt þetta aftur. Og við náttúrulega löpum út bara með hrikalan hjartslátt og komum aldrei aftur. Og ég hugsaði, ég geri þetta aldrei aftur. En hver þið svo örlögðin þarna, þú hvað, það bil 14 ára gömul, einhvern veginn átt enga fjölskyldu, 15 ára, átt enga fjölskyldu sem að þú getur verið hjá, ekkert heimili, ert með þessa reynslu á bakinu, hefur dottið út úr skólanáminu. Hvað gerist í kjölfarið? Þú getur svona farið aðeins yfir örlögðin eftir það. Sko, eftir ég kom úr Breiðavík, að ég átti nú smá erfitt, ég fekk að búa hjá bróðurna mömmu og konuna hans. Það kannski gekk ekki mjög vel, þetta var mjög ungt fólk með lítil börn og ég þurfti hrikalegt vandamál að koma svona inn í þeirra líf og ég gerði mig mjög vel grein fyrir því, þannig að fljótlega þá reyndi ég nú að leita hvert annað. Nú, ég náttúrulega átti fullt af vinum, úlingum í svipum sporum og ég sem að mældu göturnar og fór og kynntist semst fólki gegnum það fólk líka. En svo eignaðist ég mjög góða vinkonu og fekk að sofa hjá henni á herbergisskólinu hennar og bjó hjá henni bara í nærri heilt ár. Og ástæðan fyrir ég var þar, mamma hennar leist ekkert á þetta, hún hringdi í mömmu og mamma var svo skellt á henni eitthvað svona, þannig að hún kom bara og sagði við mig, þú mátt bara vera hér meðan allt gengur vel og þú ert bara að fara að vinna. Og ég fór að vinna í fisk. En eignaðist ekki þína fjölskyldu svo? Jú, og þarna árið seinna, ég 16 ára og kynnist ég strák og var svona skotin og allt þetta og við fórum að búa saman. Og ég eignaðist fyrsta barnið mitt þegar ég 17 ára og næsta barn þarna þegar ég 20. Þannig að ég komið með 2 börn, 21 árs ég 2 barna móðir. En það náttúrulega við erum ung og svona og hún þótti nú kannski svolítið sopin góð, var sjómaður. Þannig að enda nú samband okkar 8 árum seinna með skilnaði. Og eftir þennan skilnað að, jú, ég get alveg viðurkennt það, ég náttúrulega fór svona eitthvað út að skemmta mér og eitt og annað og lenti í smá rugli. Og það var kannski ekki það besta sem ég lenti í. En 2 árum seinna þá ákvað ég að fara í meðferð og hugsaði að þetta gengur ekki, hvernig þetta var að verða og ég sá líka öðrum hvernig voru að klúðra lífinu sínu. Þannig að ég fór í meðferð og fékk lofar frá félagsráðgjafum að þeir myndu hjálpa mér. Þeir hjálpuðu alltaf öllum sem færi í meðferð. En það snerist allt á hinn veginn. Allt sem þeir lofuðu. Þannig að þegar þú kemur út úr meðferðinni þá ert þú ekki lengur með neitt heimili til þess að hafa börnin hjá þér eða hvað? Nei, ég hafði sett dótið mitt allt í geymslu og ég var lengur í þessari meðferð heldur en venjulega því að ég fekk framlengingu því ég átti engan stað að fara á. Ég átti fyrst að fara á Amtmannsstíginn en það var nú ekkert úr því. En þegar að ég kem úr meðferðinni af Sogni að þá hafði barnsfaðir minn farið fram á forræðið meðan ég var þar inni. Og þegar ég fór og talaði við þessa félagsráðgjafa og ætlaði að reyna að fá þessa hjálp að þá í fyrsta lagi var náttúrulega sagt að sko, það var ekki gott að kona var að koma á meðferð, búin að vera kannski að reykja hass eins og ég hafði verið að gera. Og líka í öllum skýrslum var ég vandræðaúlingur, kom á Breiðavík á upptökuheimilinu og þetta nú ekki traustvekjandi úr í forræðisdeilu. Nú, barnsfaðir minn, hann hafði kynnst nýrri konu og þau fengu dæmt forræðið, þannig að ég ól þar ekki upp sjálf. Svona þegar þú lítur tilbaka, getur þú séð eitthvað jákvætt sem kom út úr öllum þessum hremmingum? Já, ég hef gert það. Það sést í manninu mínum, þessi elska. Þegar við kynntumst, það var ekkert eftir fyrir mig og þetta var jól og ég hafði ákveðið að ljúka þessu. Og ég átti svefntöflur og það sem ég gerði á gamlárskvöld var að ég sat í skaupinu og át eina pillu og var búin að ákveða það að ljúka þessu svona. En vinkona mín, hún vissi að ég var heima og hún kom að banka á hurðina og kallaði svo minn rúla, Linda, opnaði, ég veit hvert amma. Þannig að ég fór og opnaði
og hún dró mig út og semst ég reyndi að æla, losa mig við svefnpillurnar og drakk svo bara svolítið vín og eitthvað svona, var náttúrulega í ykkur vímu og mjög rugluð. En mér var búið þá með þeim í gamlárskvöldspartí þar sem 3 vinir bjuggu og þar kynnist ég manninu mín. Og það sem að gerðist milli mín og hans kannski var það að ég vildi ekki fyrir segja hann neitt mig og alls ekki neina svona upplýsingar. En þegar að ég svo sýndi honum myndir af börnunum mínum og sagði honum hvað gerst fyrir mig, að þá bara hallaði hann sér svona aftur á bak í stólnum og svo bara já, hérna, og spurði bara meir, hafði enn meir áhuga. Þannig að það var ekki eins og það fældi hann í burtu. Og hann var einn af þessum sem hvatti mig áfram. Akkur leiti ekki hjálpar til stigamóta og fara og tala við þessar konur sem hafa lent í svona. Og hann var einn af fyrstu mönnunum sem fór í eiginmannsgrúppu í stigamótum. Þannig að hann búinn að vera með mér í gegnum þetta allan tíman. Þannig að þú átt í raun og veru þína fjölskyldu Lúna, en hefur eitthvað samband við gamlu fjölskylduna þína í dag? Ég hef samband við eina systir mína og svo Siggu frænku og ég har mjög gott samband við þær 2. En engan annan, náttúrulega börnin mín, en ekkert mömmu eða ég hef ekki séð mömmu bara í 25 ár. Ef það eitthvað sem þú mætti fá tilbaka sem þú glataðir í æsku, hvað myndi það vera? Mamma. Skrítið, ég á 50 aldri og ég alltaf þess að þrá, bara ef hún kæmi, þú veist, bara, ég myndi bara segja, ég myndi bara gleyma öllu og byrja upp á nýtt. Þú veist, það til hjálp fyrir fólk eins og mig og hana og það hægt að, alveg sama hvað þetta svart, það aldrei of seint að fyrirgefa og byrja upp á nýtt, það bara vilja það, en hún svo hrædd. En nú alveg ljóst að þessi brot sem